kannski að við byrjum bara saman. Gaman að sjá okkur. Ég er svolítið slappur, þannig að ég er kannski svolítið sljór. Skulum bara biðja. Heilagur Faðir, við þökkum þér fyrir allt sem þú hefur gefið okkur, fyrir náðina, fyrir miskunn þína, fyrir gjafir þínar, fyrir blessanir þínar, Drottinn. Sérstaklega núna í dag þar sem að þetta er seinasti svona sunnudagurinn hjá Magdalenu og Magic og þeirra fjölskyldu, og við þökkum þér fyrir bara hvernig þau hafa þjónað þínum líkama, Drottinn. Ég þakka þér fyrir líka bara Magic sem náttúrulega er betri í pólsku heldur en öðrum tungumálum, fær núna að fara og heyra orð þitt predika á pólsku. Ég þakka þér fyrir hjarta Magdalenu, bara fyrir trúboði eins og sést augljóslega með öllum vinunum sem hún dregur með á samkomur. Ég þakka þér fyrir, Drottinn, allt sem þú hefur notað þau í, og ég bið, Drottinn, að þú leiðir þeirra fjölskyldu, þú gefur gott ferðalag, að þú gefur synum þeirra góðan skóla til þess að fara í, að þú gefur líka bara með sérþarfnar í kringum allt það, Drottinn, að þú sjáir fyrir að þú komir í góða kirkju þar sem þau geta haldið áfram að byggja upp líkama þinn og gera þig dýrlegan. Og Drottinn, nú bið ég fyrir mér bara að þegar við dembum okkur í textan, hjálpaði mér að sjá vel textan. Þú veist ég slappur, þú veist ég er orkulítill, en þú tekur þegar við höfum ekkert og gerir eitthvað. Og við þökkum þér fyrir, Drottinn, að við erum vitnisburður þess, Drottinn, að þú tókst eitthvað sem var ekki neitt og gerðir eitthvað. Við þökkum þér, Faðir, fyrir allt sem þú hefur gert, fyrir ást þína og miskunn, í Jesú heilaga nafni. Amen. Ok, getum við staðið upp og meðan við lesum orð Guðs. Var einhver annar til að lesa? Einhver sem er með háa rödd? Já. Matthísi Guðspjall 10:1-15. Og hann kallaði til sig lærisveina sína 12 og gaf þeim vald yfir óhreinum öndum, að þeir gætu rekið það út og læknað hvers kyns sjúkdóm og veikindi. Meðal apostlanna 12 eru þessir: fyrstur Símon sem kallast Pétur og Andrés bróðir hans, þá Jakob Sebedíusson og Jóhannes bróðir hans, Filipus og Bartolomeus, Tómas og Mattíus tolleintumaður, Jakob Alfíusson og Taddíus, Símon vandlætari og Júdas Iskariot sá sveikan. Þessar 12 sendi Jesús út og mælti svo fyrir: haldið ekki til heiðinna manna og farið ekki í samansku borg, farið heldur til týndra sauðar Ísraels ætt, farið og predikið, himnaríki er í nánd. Læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda. Gefins hafið þið fengið, gefins skuluð þið láta í té. Takið ekki gull, silfur né eyr í belti, eigi mal til ferðar eða 2 kyrtla og hvorki skóinn í stað. Verður er verkamaðurinn fæðis síns. Hvar sem þið komið í borg eða þorp, spyrjist þá fyrir hver þar sé verðugur og þar sé aðsettur yðar, uns þeir leggið upp á nýju. Þegar þið komið í hús, þá opnið því góðs og sé það verðugt, skal friður yðar komið yfir það, en sé það ekki verðugt, skal friður yðar aftur hverfa til yðar. Og taki einhver ekki við yðar með hlýði á orðið yðar, farið þá úr því húsi eða þeirri borg og hristi dusti af fótum yðar. Sannlega segi yður, bærilegra mun landið Sódom og Gómor og dómstegi en þeirri borg. Nei, Guðsvörð. Ok, þannig að því ég myndist á hann texta, myndist ég á hluti sem ég hef sagt frekar oft. Það með líður stundum eins og ég sé svona 3 ára krakki að hjálpa pappa mínum að laga bíl. Og þú veist það, þegar maður pælir í því hver er að laga bílinn, það er 3 ára krakkinn fær meira svona að fara með, fær að vera með pappa sínum. Það er forréttindi fyrir krakkan að fá að gera eitthvað út af því að fá bara að vera hana. Og líklegast er krakkinn ekki svona að hjálpa eitthvað það mikið, hann er rauninni meira fyrir og allt örugglega lengri tíma út að hann vill vera með í öllu og svo framvegis. En mér finnst magnað þegar við lesum þetta, til dæmis hér er bara frelsar okkar Drottinn Jesús Kristur að segja að þið verðið með í því sem ég er að gera á jörðinni. Hér er ég, Guð almáttugur, kominn fullkominn og ég er að leyfa ykkur, synduðum manneskjum, að vera að nota sem verkfæri minni hendi til þess að gera mig dýrlega. Og ekki nóg með að frelsa okkur, ekki nóg með að gefa okkur von, þá er hann líka að gefa okkur tilgang. Að lifa fyrir dýrð Jesú Krist, að lifa fyrir dýrð Guðs, að finna nautn okkar í Guði sjálfum, ekki því sem hann getur gefið okkur heldur í honum sjálfum. Og vitandi það að allt annað auka sem við fáum er blessun, aukaleg blessun. Auðvitað fögnum við því þegar Guð blessar okkur fjárhagslega, efnislega,
hvað sem það í hjónaböndum okkar, hvað sem við erum að ganga gegnum þegar hann svarar bænum og svo framvegis, en við áttum okkur á því að við erum hans, að þá er gleði okkar ekki í því sem hann getur gefið mér, heldur að gleðin í honum sjálfum. Og hér almáttugur Guð kominn að segja frá áætlun sinni, að fara út og dreifa fagnaðarerindinu, og hann leyfir þessum gæjum að taka þátt. Þessum gæjum. Við erum búin að lesa Nýja testamentið þetta flest öll og Guðspjöllin, og við höfum séð hvernig þeir aftur, sérstaklega Pétur, nær einhvern veginn bara alltaf að segja rangar hlutin á röngum tíma. Nær alltaf einhvern veginn að klúðra málunum, lítur mjög illa út mjög oft, og við veitum örgulega að það örgulega bara að hann fekk allar mest athyglina út að hann var svona fremst í hópi. Líklega svo þeir allir frekar svona góðir í að segja rangar hluti á röngum tíma, klúðra málunum. En Jesús segir, ok, ég kominn til þess að frelsa jörðina, og ég ætla að leyfa ykkur að taka þátt í frelsunarverki mínu. Ég ætla að nota kirkjuna mína til þess að gera það sem ég geri. Þegar Jesús stígur upp til himna og segir farið út og gera alla þjóðar að lærisveinum, og þá hann að segja, ég veit hversu ófullkomin þið eru, ég veit að þeir syndu, ég veit að þið eru ekki eins og ég, en ég að nota ykkur sem verkfæri minni hendi til þess að framkvæma minn vilja og gera mig dýrlegan á jörðinni. Og ég myndist þess þegar Steve Jobs, stofnandi Apple, það var hann var að reyta sér að framkvæmdastjóra fyrir Apple, og hann hafði séð einn gæja sem eftirnafnið var Scully, ég held að það hafi verið Steve Scully, og hann var framkvæmdastjóri Pepsi Cola á þessum tíma, og setningin sem Steve Jobs kom með til þess að fá hann yfir í Apple var: Steve, viltu vera þekktur fyrir að selja sykurvatn eða koma og skilja eftir beyglu á heiminum? Og það sem hann var að segja ætlar að vera framkvæmdastjóri í Pepsi Cola, play it safe, eiga fullt af peningum, en það eina sem þú verður þekktur fyrir að selja sykurvatn. Eða viltu koma fyrir mér og breyta heiminum eins og við þekkjum hann í dag. Og við vitum að Steve Jobs hefur á mörguleiti breytt tónlistariðnaðinum, menntakerfinu það hægt og rólega að koma inn, margar Apple-vörur umbreyta hvernig við kennum og svo framvegis. Þannig að hann breytti mjög miklu, en ég get lofað ykkur því að einn daginn þá munum við ennþá vera að tala um Jesú og fólk mun steingleyma hver Steve Jobs var. Eða Steve Scully. iPad flott, og Helgi getur sagt amen við því, og reyndar Raggi líka, þetta svona iPad-gæðinir, en Jesús betri. Á endunum þá beyglar ekkert heiminn eins og Jesús Kristur beyglar heiminn. Og við sjáum ennþá afleiðingar Jesú Krist frá 2000 árum, og hér erum við í dag út allan heim. Það sem ég elska að koma saman á sunnudöfum, vitandi það að við erum með bræður og systur út allan heim, sem eru í mismunandi tungumálum, mismunandi þjóðum, mismunandi kringumstæðum. Við fáum að koma og við fáum að vera fullviss það að enginn sé að reyna að drepa okkur á meðan við erum að hittast hérna. Aðrir bræður og systur eru ekki með það. En við vitum það að á þessum degi út allan heim eru bræður og systur ennþá að tala um Jesú Krist. Og eftir 100 ár, 200 ár, hvað sem þá verður mjög fáir að tala um Steve Jobs. Hann verður líklegast eitthvað svona kennsluefni í 10. bekk sem allir hata. Eins og við, þegar við erum að reyna að kenna okkur sagfræði. En að gera Guð dýrlegan það sem við fáum að gera. Og mér langar svo að við neglum þetta, við fáum að vera hluta þessu. Ímyndaðu ykkur að hér Guð almáttugur og hann leyfir lærisveinum sínum að taka þátt í sinni áætlun. Neyðir þá ekki, hann leyfir þeim. Og þú getur sagt, þeir drápust allir drefnir fyrir þetta, og okkar það skemmtilegt að leyfa okkur að gera það. En þeir dóu með gleði. Þeir dóu með gleði vitandi það að þessi maður, Jesús Kristur, þessi Guð, eini sanni Guð, og hann mun beygla heiminn og skilja eftir afleiðingar eins og engin annar í mannkyns sögunni, og það sjáum við ennþá dag í dag að það satt. Bókstaflegt dagatal okkar snýst í kringum þennan mann sem fæddist í litlum bæ fyrir 2000 árum. Og það sem að mér finnst magnað að í þessum texta að við getum lesið mjög auðveldlega yfir vers 2, 3 og 4 og svona, ok, þetta eitthvað fólk sem alltaf Jesú og það skiptir ekki raunverulega máli, en það sem ég finnst magnað að við getum fundið uppörvun bara í nöfnum póstulana. Og þannig að í þessum hóp af póstulum, þessum 12, þá sjáum við þannig til dæmis þá sjáum við að hann að draga alls konar fólk saman. Við sjáum að hann vinnandi fiskimenn sem hann dregur og segir, verið mínir lærisveinar. Þannig ríkir skrifstofu tollheimtumenn.
Þannig Bartholomeus, sem líka kallaði Nathaniel held í Jóhannesarguðspjalli, sem líklegast kominn af konungsætt með fiskimennum. Ég myndi ekki það er svolítið kontrast hana. Þannig erum við með þjóðerni sinna og svo fyrir læri svona Jóhannes að skýra það. Og þannig að við sjáum að blanda hóp og sérstaklega ímyndið ykkur það. Þannig eru föðurlandsvinir, þannig eru þeir sem að reyna að losa sig við Róm, segja að fara og leyfa gyðingurum að vera í friði, reyna að berjast við þá, 70 árum eftir Krist að reyna að drepa Rómverjana. Og þannig eru við með föðurlandsvikara, eins og Mattheus sem að vinna fyrir Rómverjana að safna skatt til þess að halda gyðingurum niðri. Maður ímyndið sér hvað brúar bilið þannig á milli. Hvað það sem brúar bilið og það bara Jesús Kristur, það ekkert annað. Og við sjáum að í fagnaðarrindinu, þegar við horfum fram á við, þú veist að reyndar var sagt mér en að við værum öll frekar eins í lofstofunni. Kallanir væru allir með skegg og feitir, en hann ég ætla ekki að segja hvað gerir það. Nei, við erum bara alltaf langt með þetta, en við erum ekki eins. Þú veist, við erum ekki eins. Við erum svo ólík, við komum frá mismunandi fjölskyldum, við komum frá mismunandi bakgrunnum. Sum okkar ólust upp í kirkju, lesi Gamla testamentið og hebresku og grísku og svo aðrir sem að byrja í dópi 12 ára, skiljum. Það sem ég elska við fagnaðarerindið, að það skiptir ekki máli menntun, það skiptir ekki máli húðlitur, það skiptir ekki máli tungumál, menning, útlit. Að í fagnaðarerindinu, í því að Jesús Kristur frelsaði okkur þegar við vorum lík og gátum ekkert gert. Og þá erum við bundið saman og þetta skiptir ekki máli. Húðlitur okkar skiptir ekki máli, tungumál okkar skiptir ekki máli. Við elskum Jesú Krist og það það sem skiptir máli. Það það sem bindir okkur saman og þetta bönd þykkari heldur en allt annað. Þú veist, við gætum komið saman, fundið gott hobby sem okkur öllum fílar, en á sama tíma ef einhver fílar ekki hobby þá hann ekki í hópnum. Hér getum við verið svo mismunandi frá mörgum mismunandi þjóðum, mörgum mismunandi húðlitum, mörgum mismunandi menningum og við komum saman í Kristi sem eitt, sem fjölskylda. Og ástæða fyrir því, við lesum hann í textunum, ég pældi oft í því að hann segir, farið ekki til samverin á heiðina manna. Þetta það sem við sjáum oft í Nýja testamentinu, að í rauninni fagnaðarerindi kom til gyðingana fyrst og svo til heiðina manna. Og þannig Jesús rauninni að setja upp það sem Páll heldur svo áfram með. Þegar við séum Apostolasögunni, þá fer hann alltaf fyrst í synagógunar, ég man ekki hvað það heitir á íslenskunni. En hann fer fyrst það sem gyðingarnir eru hitta, segja þeim frá fagnaðarerindinu, býður eftir að þeir móðga hann eða berja hann eða gera eitthvað og þá, ok, nú er ég farin til heiðinganna. Þannig að Jesús Kristur er svolítið að leggja upp svona hvernig við gerum þetta, hvert förum við fyrst og hvert förum við svo. Ástæðan fyrir að við sjáum þetta er runni út af því að fagnaðarerindi við að fyrst gefa gyðingunum. Og við sjáum í næstu viku frá versi 16 og áfram, þá fer hann beint yfir í að fara til heiðinganna. Ok, þeir eru búin að afneita ykkur, þeir vildi ekki heyra þetta, fara núna til heiðinganna. Guði sé lof fyrir þá sem komu til mín, Guði sé lof fyrir þá sem iðruðust, en nú er það þeirra. Og hér er Jesú með sinn skrýtna hóp af lærisveinum og í rauninni skipunin er þessi, farið og predikið, himnaríki er í nánd. Himnaríki er í nánd. Og það sem ég hugsaði þegar ég lesa þennan texta er að boðskapurinn er settur. Þú veist, hann er ekki að segja að fara og koma með eitthvað svona pseudo-kristilegt fluff, eitthvað svona vertu betri faðir í 5 skrefum eða vertu betri fjölskylda eða eitthvað svona. Hann gefur þeim boðskapinn og það er himnaríki er mætt á svæðið. Farið út og segið það sem ég er búin að vera að segja. Það sem Jesús Kristur er búin að segja. Þegar hann leið og hann byrjar þá segir hann iðrist því að himnaríki er nánd. Himnaríki er mætt á svæðið. Himnaríki er komið til ykkar. Og þannig að boðskapurinn er settur og þú getur sagt þér sjálf að já, við getum sagt svo miklu betur. Við getum látið kirkjuna snúast að byggja upp heilbrigðari fjölskyldur eða við getum verið að sjá fátæku eða við getum verið að sjá að finna gistiheimili fyrir þá sem eru heimilislausir og svo framvegis. Og það er allt gott í sjálfu sér. En ef þetta kemur í staðinn fyrir boðskapinn, himnaríki er í nánd, þá er kirkjan ekki að standa sig í stykkinu. Að boðskapurinn er alltaf sá sami, himnaríki er mætt á svæðið og út frá því kemur ávöxtur sem við sjáum
þá sem fátækir og við leitumst eftir því að endurspegla menningu himna þar sem við erum í okkar daglega lífi. Þannig að leið og kirkja byrjar að snúast að sjá fátæku, snúast að byggja upp heilbrigðari fjölskyldur. Og það er ekki afleiðing okkar, það er ekki afleiðing þess að við sjáum Krist dýrlegan, að þá erum við komin í að vera svona siðferðiskirkja sem að segir fólki, gerðu svona, vertu betri, og svarar ekki spurningunum hvað ef ég sé sjálf mig bara sem syndara, hvað ef ég þarf að náða að halda, hvað ef ég get ekki verið góður, hvað er svarið þá? Boðskapurinn hefur alltaf verið og er alltaf himnaríki mætt á svæðið. Jesús Kristur er kominn og fagnaðarendi í því. Og ef við hugsum að það er eitthvað betri boðskapur sem ég get boðað, þá er það mitt að skoða sjálfa mig, ekki Biblíuna. Hvernig get ég umbreytt hjarta mínu? Hvernig get ég umbreytt hug mínum? Í staðinn fyrir að hugsa hvernig get ég látið Biblíuna segja það sem ég vill að hún segi. Að það er okkar sem lærisveina Krist. Hvað segir hann? Hann segir, farið út, gerið lærisveina, kennið þeim að gera allt það sem ég hef kennt ykkur. Ok, og hvernig lærum við það sem hann hefur kennt okkur í hans orði? Og við leitumst eftir að gera hann dýrlegan með því að lifa það út. Og til að sýna að þið tali fyrir mig, segir hann vel lærisveina, til þess að sýna að þið séu komnir að mér, að þið séu ekki bara gæjar sem eru með nýja gríska hugmyndafræði, til þess að sýna að þetta sé ekki bara önnur góð hugmynd sem það ætti kannski hugsanlega að hlusta á. Og segir hann, farið og gerir það sem ég er búin að vera að gera. Farið og gerir kraftaverkin, farið og læknið sjúka, farið hvert sem þið farið, þá lækniði, þá leysiði, þá drægi fólk til mín og fólk mun sjá að þeir eru að boða það sem Jesús Kristur eru að boða og þeir eru að gera það sem Jesús Kristur eru að gera og þetta sýnir fólki að það sem þeir eru að segja er sannleikurinn. Og hann segir, farið og gerir þetta fyrir frítt. Þegar þið fengið þetta fyrir frítt, ekki búast við að aðrir gefið þið pening fyrir þetta. Sem er svo svolítið skrítið út af því að ég horfa á mikið af sjónvarpspredikurum og þeir segja allir, gefðu $100 og við skulum lækna þig. Það við segja það. Hvað lásið er þetta vers? Gefið þetta fyrir frítt. Þið fenguð himnaríki fyrir frítt, gefið það fyrir frítt. Og það er svolítið skrítið út af því að ég bókstaflega heyrt gæja segja, ef þú sendir inn $100 núna, þá mun Guð snerta þig það sem þú ert. Og fólk fellur fyrir þessu. Og kirkjan fellur fyrir þessu. Það er mjög, mjög sad. Og ég, við var að horfa á þátt, einn breskur þáttastjórnandi í Bandaríkjunum sem heitir John Oliver. Heitir hann ekki John? Jú, ég held að hann heitir John Oliver. Hann var að gera grína sjónvarpspredikunum og það sem ég var að hugsa allan tíman er rosalega í sammálunum. Og af hverju sér hann hversu asnalegt þetta er og kirkjan að mörguleiti gerir þetta fólk ríkt út af því að við kynnum okkur til dæmis ekki þetta. En svo er það til dæmis önnur hliðin á þessu eins og til dæmis mormonar trúa því að fólk eigi ekki að borga neinum til þess að sjá kirkjuna. Þannig að þeir segja við hefum ekki að borga neinum en þá höldum við áfram læknið, sjúka, vekja upp dauða, hreinsið lík frá að reykið út illa anda, gefið sem þér fengið, gefið skulu þér láta í té, takið ekki gull, silfur né eyr í belti, eigi mal til ferðar eða 2 kirtla og hvorki skó né staf, verður er verkamaður fæðisins. Svolítið fyndið að fylgir hérna strax á eftir að gæinn sem erfiðar við að predika orðið á skilið að fá að borga fyrir það. En samt, á undan, hann segja, hei, þið farið út og þið gefið það frítt. Það er ekki að fara að borga sig einu miða á samkomi til þess að heyra orð Guðs. Það er ekki að fara að borga sig til þess að eiga himnaríki, eins og gæinn í Póstulasögunni sem ætlar að borga fyrir kraft heila sanda. Að þið gefið það frítt. Og það sem er svo fallegt og það sem ýtir enn og aftur undir að þetta sé drifið á fagnaðaröndinu. Þú veist að það sem við gefum, það sem við borgum, það sem við gefum fólki, til dæmis ef einhverjir er í þörf okkar á meðal og vantar mat og við gefum þeim pening, þá er ekki út að manneskjan kemur og rukkar okkur. Þetta sjáum við að áður en að ég datt í hug að rukka Guð eitthvað, þá kom Guð til mín og gaf mér frjálst. Veist, og það er það sem keyrir inn í kristna gildi og enn og aftur ef við förum í kirkjuna sem að gleymir þessu. Ef að kirkjan er orðin gerum gott, hjálpum fátækum, finnum stað fyrir heimilislaust fólk til þess að sofa og svo framvegis og framvegis. Þetta er allt góðir hlutir, þetta eru hræðilegi guðir. Og það sem við fáum hér er himnaríki komið
gefið öllum sem þið sjáið. Gefið öllum sem eiga það skil. Gefið öllum sem hvað eru friðarins menn. Og í þessari sérstakri trúboðsferð þá segir hann ekki taka neitt með ykkur. Fólki mun sjá ykkur þegar þið komið. Ekki rukka fólki, en fólki mun sjá þá verkamenn sem eiga skili laun fyrir stríð sitt. Og svo í vers 11 þá segir hann leitið að þeim í rauninni sem vilja hlusta. Hver er verður? Hver er verður? Sá sem tekur við boðskapnum er verður. Og þess að við sjáum til dæmis hérna í Mattheus 10:38, sama kafla. Jesus segir, hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er ekki mín verður. Þannig að hann svarar spurningunni sjálfur. Hvað þýðir að vera verður? Það þýðir að taka á móti því sem að kristintrú snýst að taka upp þinn kross, segja líf mitt er ekki mitt lengur, líf mitt snýst ekki að upphefja mig, heldur snýst að gera Guð Jesú Krist stílaðan í mínu lífi. Og það kemur tímapunktur þar sem verðinni, og svo segir hann hérna, svo sem tekur ekki við boðskapnum, að kemur tímapunktur þar sem við segjum, ok, ég er búinn að gera mitt, ég er búinn að hreinsa hendur mínar af þessu, ég er búinn að segja þér allt sem segja þarf, nú bið ég fyrir þér, en ég held áfram að biðja fyrir þér, en ég held áfram að segja öðrum frá. Og ég veit að við höfum lent í þessu líklegast á Íslandi, eru örugglega flest allir sem við tölum við trúna, eru einmitt svona, skilur að þeir eru allt öðruvísi. Þeir vilja ekki heyra Jesú Krist, vilja ekki heyra að þeir þurfa frelsara að halda. Og það kemur tímapunktur hjá okkur öllum þar sem að við þurfum bara að segja, ok, ég bið fyrir ykkur en ég þarf að fara annað og boða fagnaðarerindi. Það sem mig langar að við gerum ekki er að við eyðum 10 árum af lífi okkar í eina mannesku sem vill ekkert með okkur hafa. Frekar en að biðja fyrir þeirri mannesku, biðja fyrir að heilagur andi vinni í hjarta hennar, umbreyti, varviti, dragi til sín, og svo þegar hún er tilbúin að hún komi til okkar aftur, eða við sjáum hvort það sé annað tækifæri til að deila með henni, en það kemur tímapunktur þar sem við verðum að segja, þú vilt ekki heyra það sem ég hef að segja, ég verð að halda áfram að segja öðrum frá. Út af því að það er það sem þetta snýst um. Og markmið er að koma með friðsinin í heimlið. Það sem er magnað út af þetta endurspeglar rosalega gamla testamenti, þetta er svona shalom, að Guð var alltaf að leitast eftir því, þetta er kveðja hjá Hebreum að segja shalom, en shalom er svona fullkomnun, friður, algjör friður, og þetta er svona þýtt kannski friður, en þetta er meira svona fullkomnun. Þetta er svona fullkomið ástand. Og það sem að markmið Guðs í gamla testamentinu er alltaf að gera shalom í Jerúsalem, og við sjáum til dæmis í skrítin saga í Jeremía 29, 4-7. Ég segir, svo segir drottinn allsherjar, Ísraels Guð, öllum hinum herleitu, þeim er herleit frá Jerúsalem til Babylon, þannig að það er verið að herleiða Ísrael, það er búið að taka á fanga og fara með sem þræla til Babylon. Reisið hús og búið í þeim, plantið garða og etið ávöxt þeirra, takiður konur og getið sonu og dætur, og takið sonum yðar konum og giftið dætur yðar, til þess að þær megi fæða sonu og dætur og yður fjölga þar en ekki fækka. Látið ykkur umhugað heill borgarinnar sem ég herleiti ykkur til, og biðjið til drottins fyrir henni, því að heill hennar er heill sjálfa ykkar. Mér finnst þetta magna út af því að sérstaklega þetta seinasta versi, þá er þetta það sem að óvinna her, líklega búin að drepa fullt af fólki til þess að ná yfir borgina, er núna að leiða fólk sem fanga út úr borginni til þess að fara aftur til síns heimilis, og Guð er að segja við Ísrael, leitist eftir frið borgarinnar, leitist eftir því að borgin veri heil, biðjið fyrir þeim, biðjið til drottins fyrir henni, því að þegar hún blómstrar þá blómstrið þig. Og mér finnst þetta manna út af því að þetta minnir mig svolítið á að kirkjan Ísrael í dag, við fáum að vera í öllum löndunum allan heim, og hvað eru við að gera annað en að koma með frið Guðs inn það sem við erum? Að við fáum þetta verkefni, að hvert sem við förum, þá fáum að draga frið Guðs með okkur. Það er magnað verkefni, finnst mér. Það er algjörlega magnað verkefni. Og rétt eins og þeir voru kannski dregnir í óvinna land, að þá eru við, þótt að við séum íslenskir ríkisborgarar, eða Bretar, eða frá Ghana, eða frá Pólandi, eða hvaðan sem við erum, að þá þrátt fyrir að við eigum
lög, eða það eru skjöl sem segja okkur að þetta heimili okkar, þá þetta ekki endanlega heimili okkar. Og það svo magnað að þrátt fyrir að Magdalena fari núna aftur heim og Maciek og fjölskyldan þeirra, að við fáum ekki að sjá þau mikið aftur, en við fáum að sjá þau fyrir við stöndum fyrir framan föður okkar sanna konung á heimnum. Að þjóð okkar, að heimili okkar, að hvar sem við erum, hvar sem við eigum hús sem steypt vel, sem byggt vel og við höldum að við getum búið þar, alla okkar ævi, þá áttum okkur á því að heimili okkar ekki þetta land, heimili okkar ekki þetta líf, heldur heimili okkar nýja Jerúsalem sem koma skal. Svo það magnað. Það magnað. Og það sem við gerum, þú veist, rétt eins og í Jeremía 29, þá sjáum við að þannig óvinna her búin að taka Ísraelsmenn og leiða þá í annan land, að þá leitast þeir samt eftir að blessa þetta land, eftir að það blómstri, út af því að þegar það blómstrar, þá blómstrar þeir. Þannig að við sem kirkjan, við föttum að þetta líf ekki okkar heimili, Ísland ekki okkar heimili, heldur konungur okkar annar, konungsríki okkar ekki hér, en við veitum það og við leitumst eftir shalom Íslands, við leitumst eftir því að frið það sem við erum í vinnunni, í skólanum, í hvar sem við erum. Við erum sendiherrar Krists. Svona svolítið eins og þegar að kannski Dan, ég veit að Dan vinnur fyrir sendiráð Breta á Íslandi, og það sem hann gerir, þú veist, að það sem sendiráð gerir að tala fyrir hönd einhvers annars. Og það ekki okkar eins og við sáum í textunum. Hvað? Hann segir, fari og predikið himnaríkið í nánd. Að það sem við eigum að segja öðrum hefur verið sett fyrir okkur. Fagnaðarerindið sett og við eigum að segja fagnaðarerindið, við eigum að predika fagnaðarerindið. En á sama tíma þá erum við í rauninni eins og sendiherrar, þar sem við erum í vinnunni, þar sem við erum í skólanum, þar sem við erum að boða fólki trú, þá erum við ekki að tala fyrir okkar eigin hönd með okkar eigin hugmyndir, heldur erum við að leitast eftir því að segja það sem Jesús Kristur hefur sagt við okkur, það sem Jesús Kristur hefur gert fyrir okkur. Það það sem við fáum að gera. Og kirkjan sendiráð, það sem kirkjan komin, og rétt svo mest merkilegt að sendiráð séu svona, þú veist að ég allavega heyrði þetta ég þarf að viðurkenna að ég kanna þetta ekki nógu vel, en ég heyrði til dæmis að þegar ég var að sækja vísa til þess að vera í Bandaríkjunum og ég fekk 10 ára vísa, að þá labbaði ég þessast inn og mér var sagt að þegar ég labbaði þannig inn þá er ég komið til Bandaríkjuna. En leið og ég stígi við þröskuldin eða blómapottana sem eru svona í kringum bandaríska sendiráðið, leið og ég stíg þar inn þá gilda bandarísk lög, bandarísk menning, íslensk menning farin, íslensk lög farin, og ég að gefa mig sjálfan yfir í annar ríki með einu skrifi, með þess það merkilegt, út af því að hvað kirkjan annað en þetta? Það sem fólk kemur, þegar fólk kemur í kirkju, þegar fólk leitast í kirkju, það virkilega að leitast eftir góðri tónlist og flottum ljósum? Ég held að það sem fólk að búast við nákvæmlega þetta. Að þau taki skref, ég veit að kirkjan ekki staðurinn sem við hittumst á, en fólki sem komið saman. En þeim stað sem við hittumst á, að þá líklegast fólk að búast við því að það taki skrefin og það í öðru landi. Þannig önnur menning, önnur lög, öðruvísi ást, og þeir vilja sjá það. Þú veist, og þegar ég hef verið í þeim gír að ég hef hugsað, bara ef við varum með betri ljós og betri hljóðkerfi og betri flottari sjó, og þá myndi fólk kannski koma í kirkjuna. En þegar þú ferð í kirkju þá ertu ekki að leitast eftir góðum tónleikum. Þá ertu að leitast eftir, eitthvað á þessari jörð sem öðruvísi en það sem ég hef fengið að upplifa? Eitthvað sem raunverulegt ljós í öllu þessu myrkri? Og þegar ég stíg inn get ég fundið að það sé öðruvísi ást í loftinu. Ekki ódýr ást, það sem allir knúsast bara og slá svona hvern annan á baki og vona að þú hafi gott líf, heldur eitthvað raunveruleg ást, eitthvað dýpra heldur en ég sé það sem ég með vinum mínum eða í skólanum eða hvar sem ég Og það það sem ég langar að sjá okkur sem kirkja vera. Þú veist, að fólk megi koma, það sem við komum saman í heimahópum, hvað sem við erum að gera, að fólk megi koma til okkar, það megi finna, við erum að lifa fyrir aðra menningu. Við erum að lifa fyrir annan konung, við erum að lifa fyrir annað heimili.
En í endan, eins og við sjáum, sannlega segi ég ykkur, bærilega munu landi Sódom og Gómorra á dómsdegi en þeirri borg. Þannig hann segir, farið til allra borgana, segið þeim frá mér, biðjið fyrir þeim, leitist eftir frið þeirra, leitist eftir að þið snúi sér frá syndum sínum til mín. En ef þið vil ekki hlusta, þá farið þið annað, og ef þið farið annað og þið afneita mér og kom ekki til mín, einn daginn mun dómur koma. Og það er, þú veist, að því miður er kirkjan talað of lítið um þetta. Og þú veist, það sem ég tala um þegar ég sagði raunverulega ást. Er raunverulega ást að hafa okkur eins og það mun aldrei dómur koma? Eða er raunverulega ást að draga fólk frá því að standast, gera Guð dýrlegan fyrir réttdóm sinn og draga hann yfir að gefa hann dýrlegan fyrir miskunn sín og náð? Og það á einn eða annan hátt, þegar við dröfum okkur seinasta andardrátt, þegar hjarta okkar hættur að slá og við sjáum skapar okkar drottinn Jesú Krist, að þá mun Guð vera dýrlegur fyrir mitt líf. Annarkvort verður hann dýrlegur fyrir sinn rétta dóm eða hann verður dýrlegur fyrir sína yfirgnæfandi náð, þar sem ég átti ekkert skilið. Á einn eða annan hátt munu öll líf á þessari jörðu gefa Guð dýrlegan og okkar verkefni er að predika fagnaðarerindið, þar sem við erum á meðal vin okkar, segja komdu yfir í náð Krists. Hendur hans eru opnar, fyrirgefning er þar, hættu að vera heimskur, hættu að lifa sem þinn eigin Guð, þú sérð að þú getur það ekki. Við sjáum það aftur og aftur. Endanum mun Guð vera dýrlegur. Þú getur lifað fyrir þitt ríki en jafnvel þitt besta líf með að vera raunverulega hamingju, raunverulega gleði, raunverulega ást mun vera svo helviti með það. Þú veist að mitt besta líf, ég geti fengið allt sem ég dreymir í þessu lífi, en með við það upplifa raunverulega hamingju í skapara mínum, í því sem ég skapaði fyrir, þá mun ekkert komast nálægt því að vera það sem ég mun upplifa hjá Guði. Og þess vegna eru póstulunir svo tilbúinir að skeiða upp sitt líf. Þegar Páll segir þessi þrenging í smá tíma, hann er búin að lenda í skipsbrotum og vera næstu í drepinn og vera höggvinn með svipum, þrisvar og svo framvegis. Þú getur spólað áfram og aldrei komist nær hamingjunni, en þú getur játað það að þú sér þreyttur og komið til Jesú og byrði hans er létt. Byrði hans er létt. Og hvert er þitt ríki? Er það þægindi? Er það að fólk horfi upp til okkar? Hvað erum við að byggja í þessu lífi? Erum við 1038? Erum við að taka upp kross okkar og fylgja Jesú Kristi? Segja, ég veit að fólk er að grína mér, en ég tók ákvörðun frá löngu að þetta líf er ekki mitt. Þetta er fyrir þína dýrð. Hvað sem okkar ríki er það peningar eða þægindi eða jafnvel fjölskyldun okkar, er það stolt okkar, er það hroki okkar, hvað erum við að byggja upp? Ef það er eitthvað annað en Jesús Kristur sem við erum að gera dýrlegan í okkar lífi, þá bið ég okkur að við sleppum því og við grípum Krist. Það er ekkert betur en Kristur. Og fyrir þeim kristna þá vitum við og fáum að taka þátt í þessari áætlun Guðs og jörð og vera sendiherrar hans í okkar daglegu lífum. Og ég veit út af því að hjarta okkar eiga það til að leitast eftir öðru, hamingju í öðru, og okkar er að taka upp kross okkar, afneita sjálfum okkur og fylgja þeim sem raunverulega er hamingju okkar, Jesús Kristur. Við verum að minna okkur hverjum einasta degi að ef þú ert kristin einstaklingur, þá ert þú erindreki eða sendiherra Krists. Að það er ekki mitt. Ef ég er raunverulega búin að segja mitt líf er ekki mitt, ég ætla að lifa fyrir Krist, þá verð ég að leitast eftir því að segja það sem hann segir. Að leitast eftir því sem hann leitast eftir. Og hversu mikið á ég sjálfur til að þetta í leti og gleyma því. Að þegar ég er að tala við fólk, er ég að leitast eftir að himnaríki fá að vaksa? Er ég að leitast eftir því að önnur sál komi til Jesú Krist? Er ég að leitast eftir því að gera hann dýrlegan? Er ég of upptekinn í mínu daglega lífi? Og besta, ég man því ég var yngri,
þá fannst mér algjör kjaftaði að það var vinna sem hét kvikmyndagagnrýnandi. Þannig að fyrir mér var það bara, það er ekki vinna. Það er eitthvað sem að þú gerir bara af gleðinni. Þú ert bókstaflega að horfa á bíómyndir allan time, skrifa svo hvað þið fannst bíómyndina og það er vinna. Mér fannst það bara algjört rugl. Svo byrjaði ég að spila tölvuleiki rosalega mikið, svo komst ég að þeirri raunveruleika að það var fólk sem fekk borgað fyrir að spila tölvuleiki. Bara feit laun og var með sponsora eins og okkur íþróttamenn. Og ég hugsaði, nei, þetta er eins og skák, þetta er ekki svona íþrótt. Nei, kannski ég mókaði nonna hérna svolítið. En nei, ég hugsaði, hvers konar ósköpunum, það er ekki hægt að flokka þetta sem vinna. Og þegar ég elskaði kvikmyndir það mikið, ég elskaði tölvuleiki það mikið. Ég hugsaði að það er engin séns að þú getur kallað að vinnu að horfa á bíómyndir eða að spila tölvuleiki. En á sama tíma þá langar mér svo mikið að við elskum Jesú Krist svo mikið. Það er svo miklu betri en allar kvikmyndir sem við getum horft á. Öll skemmtunin sem við getum fengið. Megum við hneykslast yfir því að það er virkilega fólk sem kallar þetta vinnu að boða fagnaðaræfindi. Fyrir mér, ég skil ekki hversu náðaríkur Guð er bara að leyfa mér að standa hér í dag. Og við fáum að vera hluta þessu. Þetta er ekki eitthvað svona sem við verðum að gera. Þetta er eitthvað sem við fáum að gera og ef við þurfum að deyja fyrir þetta þá er það við fáum ennþá að gera þetta. Það er enginn sem Kristur, það er ekkert í þessu lífi, það er ekki fótboltalið, það er ekki tónlist, það er ekki hljómsveit, það er ekki bíómynd, það er ekkert betra í þessu lífi að tala daginn út og daginn inn. Þú veist þessu núna, ég var einhver mjög svona gæi sem hefur mjög gaman að guðfræði og langar að tala kristna trú að alla mér á Facebook og hann var ágjörð því að hann var uppáþrengjandi og það vildi tala trúna og ég hugsa bara hvernig getum við það? Hvernig getum við hugsað þetta sem uppáþrengjandi? Við fáum að tala trúna, við fáum að lifa úr trú okkar, við fáum að gefa Jesú Krist stílega og getið þið bara ímyndað ykkur. Þú veist að, einn daginn, ef Jesús Kristur kemur ekki aftur, þá munum við hittast á himnum og við munum lofa föður okkar saman. En hvað getum við gert á meðan við erum hér? Getum við gert eitthvað sem við erum raunverulega stoltir? Hvað ef að Scully hefði bara horft tilbaka og fattað að eina sem ég gerði var að selja meira sykurvatn? Ég trúi að jafnvel Steve Jobs muni horfa tilbaka og fatta að líf hans var ekki upp á marga fiska út af því að það snerist ekki það sem lífið snerist Hvað getum við gert til að vera hluti af áætlun Guðs? Og ég ímynda mér bara, Guð, ef þú væri það náðaríkur, að við getum byrjað 10, 15, 20 kirkjur, hver veit, 400 kirkjur. Fyrir mér finnst við Ísland þurfa 400 kirkjur. Við erum með 3 sem ég get finnst vera frekar semi-heilbrigðar. En hvað ef, að þegar ég degi, ég get hort tilbaka yfir líf mitt og Guð leyfði mér að vera hluti af hans áætlun, að byrja, jável að vera bara 3, 4, 5 kirkjur, 6, 10, 20. Hvað ef við fáum að vera hluta þeirra áætlun og þær kirkjur halda áfram að gera það? Hvað ef við erum á himnum og við lofum Guð og við sjáum mörg þúsund manns standandi við hliðina á okkur út af því að við vorum trúföst í að vera verkfæri í Guðs hendi til þess að boða fagnaðaræfindi hver sem við fórum. Til þess að sinna okkar starfi vel og ekki horfa á það sem minnu, heldur sem heiður. Að fá að gefa peninga mína, að fá að gefa líf mitt, að fá að gefa tíma minn til þess að gera Guð dýrlegan. Megi Guð gefa okkur að við séum þessi kirkja. Og boðskapurinn er einfaldur, fagnaðaræfindið. Þegar þú áttir ekkert skilið, þú gast ekki spólaði áfram upp til himnaríkis, þannig að fagnaðaræfindið er þetta þegar þú varst hopeless, vonlaus, þá kom fagnaðaræfindið til þín. Þá kom Guð sjálfur til þín. Þú gast ekkert gert þess að nálgast himnaríki. Hér í Jesús Kristur, farið og predikið, himnaríki er komið til þín. Himnaríki er mætt á svæðið. Það er engin betri boðskapur en þessi. Við vorum í algjöru vonleysi og Guð kemur með vonina. Og þannig að mér langar ekki að við flækjum þennan boðskap. Þetta er ekki flókið mál sem við þurfum að segja. Þú ert vonlaus, Guð kemur með von. Þú ert líflaus, Guð kemur með líf.
Þetta er ekki flókin boðskapur sem við erum með, en mér langar heldur ekki að við gerum hann svo einfaldan að við áttum okkur ekki á því að þetta hefur áhrif á allt í lífinu. Á allt annað í lífinu hefur þetta áhrif á. Þetta hefur áhrif á hvernig við horfum á hjónabönd okkar, hvernig við horfum á föður- og móðurhlutverkin okkar, hvernig við horfum á peningana okkar og hvernig við horfum á að vera gjafmild eða gleði okkar. Þetta hefur áhrif á hvar við finnum von okkar, hvar við finnum tilgang okkar. Þetta hefur áhrif á hvernig við horfum á hvað er ást. Þá horfum við til Krist. Þetta hefur áhrif á hvað er það sem keyrir okkur áfram í okkar daglega lífi. Hvað ef þú ert að glíma við þunglindi og þú getur ekki fundið neitt í sjálfu þér til þess að vakna? Það er ekkert svona engin drifkraftur í þér sem þú getur fundið fyrir til þess að standa upp úr rúminu, horfðu til Krist. Horfðu á himnaríki er mætt á svæðið. Horfðu á himnaríki er í nánd. Þetta hefur áhrif á hvernig við horfum á vinnun okkar. Sem lofgjör til Guðs, að sinninni vel. Þetta hefur áhrif á hvernig við horfum á kirkjun okkar. Þetta hefur áhrif á hvernig við horfum á vini okkar og fjölskyldu okkar. Þetta er bókstaflega sá einfaldasti boðskapur sem við höfum. Jesús Kristur er mættur á svæði. En þetta hefur áhrif á allt. Og þannig að við viljum ekki flækja boðskapinn, en við viljum ekki minnka áhrif hans á allt í lífinu okkar. Kristnir berum þennan boðskap trúfastlega hvert sem við förum, og ókristnir taktu við þessum boðskap og ekki rétti í þá fáls hugmynd sem svo ég tala marga og svo hriði mig daginn. Þegar ykkur, ég þarf að hugsa þetta, það geti tekið nokkur ár og ég var að hugsa, hver segir að þú hafi nokkur ár? Mér langar ekki að hræða okkur. Mér langar að það sem keyrir okkur áfram sé dýr Guðs og Jesús Kristur og dýrð hans. Hver segir að við höfum 1 ár í viðbót? Hver segir að við höfum 20 ár í viðbót? Megum við vera deyjandi fólk, predinga til deyjandi fólks. Ég sé það á Íslandi að fólk á það til að hugsa, ég hef það þægilegt á Íslandi, líklegast lifi til 70. Þannig að ég ætla bara að pæla í þessu seinna. Ég held að við segjum alltaf kristinin inni, en við verðum að boða kristinum. Hver segir að þú fáir annan dag? Eina ástæðan fyrir þú færð annan dag til þess að taka ákvörðun er út af miskunn Guðs. Og breytt, mér langar að við göngum í burt með breytt hugafar. Það er ekki, ég þarf að boða á trúna í vinnunni eða skólanum með fjölskyldunum minni. Við fáum að gera Guð dýrlegan. Almáttugur Guð, syndlaus Guð, fullkominn almáttugur Guð kom og leyfði Pétri að fara út og boða það sem hann var að boða. Pétri, já, pældi því. Pétri. Pældi því sig. Hann leyfir þessum gæðum sem lifði einu sinni fyrir það að drepa Rómverja og gæðan sem lifði fyrir það að vinna fyrir Rómverja og ýta niður gyðingunum. Og hann tekur þá, bindir þá saman sem bræður í Kristi og segir farið út og boðið það sem ég hef boðið ykkur. Það er magnað. Það er það sem við fáum að gera.